Viktor andleg fræði, 4. kafli, upphaf andlegrar vakningar. Hvernig andleg vakning hefst mismunandi hjá hverjum og einum. Fólk lifir við ólíkar aðstæður og umhverfi þess og lífshættir eru afar ólík. Andleg vakning getur komið í hægum skrefum og einnig getur hún gerst með hraði og verið átakanleg. Sá sem lifir lífi sínu á lygnum sjó og allt í hans lífi gengur sinn vanagang í jöfnum takti ekki líklegur til að vakna upp til meðvitundar. Oftast þarf eitthvað til sem setur líf viðkomandi úr skorðum svo hið daglega líf raskist svo að andleg vakning eigi sér stað. Það getur verið missir af einhverju tagi, ástvinamissir, skilnaður við maka og eða atvinnumissir. Einnig getur verið slys, veikindi eða önnur áföll að ræða. Slíkir atburðir setja daglegt líf úr skorðum og viðkomandi byrjar að hugsa líf sitt og tilveru upp á nýtt. Við slíkar aðstæður hefst oft á tíðum andleg vakning, sé sálin til þess tilbúin. Andleg vakning á sér ekki stað fyrir en sálin tilbúin, að hún hafi upplifað allt það sem jarðneskt líf hefur upp á að bjóða, hafi lært og upplifað allt sem hún hafði sett sér, sé orðin skuldlaus við aðra og sjálfan sig. Skuldir sálarinnar eru oft kallaðar karma sem fylgir alheimslögmálinu. Allt það sem þú gerir öðrum verður við yður gjört. Aldrei hægt að þvinga fram andlega vakningu hjá einstaklingi ef sálin ekki tilbúin. Andleg málefni vekja lítinn áhuga hjá þeim sem ekki eru tilbúnir, en þegar sá tími kemur, eykst áhugin á þessum málefnum til muna. Í flestum tilfellum vakna spurningar lífið og tilveruna og tilgang lífsins. Það líkt og viðkomandi vakni til meðvitundar og spyrji sig: hver ég og hvað ég að gera hér? Hver tilgangur hins jarðneska lífs og hvað tekur við að lífi loknu? Hvað gömul sál sem margir tala um? Ég gömul sál? Ég hlýt að hafa lifað margoft hér á jörðinni og ég hlýt að vera í mínu síðasta lífi. Þetta skýr dæmi andlega vakning sé að hefjast hjá viðkomandi og að ferillinn andlega vakning og opnun sé hafin. Það líkt og eitthvað vakni í brjóstinu, einhver löngun til að finna svör við öllum þessum spurningum. Einnig eykst löngunin til að líða betur í sínu lífi. Losna undan þeim þjáningum sem óttin getur valdið, hvort sem þær eru andlegar eða líkamlegar. Nú hefst leitin að svörum við öllum þeim spurningum sem koma upp í hugan, en þær eru nær óteljandi í upphafi andlegra vakningar. Einnig vaknar mikla efasemdir öll þau kerfi sem maðurinn býr við og eru tilkomin af ráðandi öflum hverju sinni. Eru ráðamenn að gera sitt besta til að skapa fólki gott og farsælt líf, spurningin. Eða eru þeir að vinna að eigin hagsmunum fyrir fáa útvalda? Hvers vegna virðist svo marga hlutir í okkar lífi þróast niður á við í stað upp á við? Af hverju eilíf stríð háð í heiminum? Af hverju linnir ekki átökum sem virðast eiga sér stað á hverjum tíma einhver staðar í heiminum? Þessar og fleiri efasemdir koma upp í hugan og viðkomandi byrjar að sjá heiminn og kerfi hans í nýju ljósi. Þessar hugsanir skapa mörgum mikinn ótta en oft reiði og hatur út í ráðamenn á hverjum stað. Margir byrja að upplifa þær þjáningar sem ráðandi öfl skapa og átta sig á því hvað fáir geta valdið mörgum mikla þjáningu og vanlíðan. Margir upplifa mikla sorg í brjóstinu og finna fyrir mikilli samkennd með mannkyninu. Hér eru augun að opnast fyrir sannleikanum hið ytra og þeim kerfum sem fáir hafa útbúið fyrir fjöldan, svo fáir geti lifað í vellistingum á kostnað fjöldans. Þessar sýnir og þessi skynjun eitt af því fyrsta sem viðkomandi byrjar að átta sig á og skynja. Margir dvelja við þessa hluti í langan tíma og velta þessu fyrir sér fram og tilbaka.
Einstaklingunum byrjar að finna að þessar sýnir eru sannar þó svo að flestir fjölmiðlar haldi öðru fram. Þannig opnast augun hægt og rólega fyrir sannleikanum og viðkomandi mun nú þekkja hann þegar hann birtist og leið þekkja blekkingarna þegar þær birtast. Þegar þessar sýnir eru komnar, þá ekki aftur snúið til fyrra horfs. Því þessar sýnir og skynjun eru komin til að vera. Þegar hér komið, þá skapa fréttir og fjölmiðlar viðkomandi mikla reiði, hatur og stundum sorg. Hann sér nú í gegnum blekkingarnar og veit í hjarta sínu að þetta að mestu blekkingar til að ná fram frekari völdum og til að stela peningum og þar með tíma fólks. Á þessum tímabúndi andlegra vakningar kemur upp löngun hjá flestum að draga sig í hlé og helst flytja langt í burtu fjarri allri mannabyggð. Að lifa einn í óbyggðum og vera sjálfum sér nægur. Að aftengja sig frá öllum þeim kerfum sem stjórna mannkyninu á einn eða annan hátt. Það átakalegt að vakna upp við og átta sig á að flest í lífinu og tilverinu byggt á blekkingum, lygum og svikum. Hatrið og reiðin og einnig sorg og vanmáttur eru tilfinningar sem koma upp og krauma í brjóstinu. Sumum finnst lífinu hafa verið sóað en það alls ekki svo. Allt eins og það á að vera og þetta allt hluti af þroskaferli sálarinnar. Öll þau kerfi sem maðurinn lifi við á hverjum tíma eru til þess gerð til að sálin fái að upplifa andstæður sínar, blekkingar, ótta og sundrung. Því engu lífi né augnabliki sóað, því allt á sinn tilgang til að þroska sálina og hækka meðvitund hennar. Því ber að fagna þegar augun opnast fyrir ytri sannleikanum því það mikið framfara skref í þroskaferli sálarinnar og viðkomandi einstaklings. Því best að færa sér þetta í nyt og halda hinni andlegu för áfram. Þessar sýnir í raun aðeins kveikjan að andlegri vakningu og best að dvelja ekki of lengi við það sem að gerast í heiminum og hvað hinn ráðandi öfl að gera. Því andleg vakning og opnun gerast innra með hverjum og einum. Allt hið ytra því í raun truflun sem dregur athyglinna og hugan frá því sem skiptir máli í andlegri vakningu og opnun. Þegar hér komið í raun best að tengja sig frá flestu ef ekki öllum fjölmiðlum og byrja að leita inn á við. Í innri þögn býr hinn innri viska, sú viska sem hjálpar hverjum og einum áfram til að finna hinn innri sannleika og kærleika. Hinn jarneski heimur í raun egóiskur og því mikið blekkingu sem skapar fólki mikinn ótta og sundrung. Þetta upplag egósins sem gerir sálinu og fólkinu kleift að upplifa andstæður sínar og allt þetta eðlilegt og hluti af þroskaferli sálarinnar. Því ber að varast að láta ytri aðstæður og annað fólk skapa sér innri vanlíðan og þjáningu. Hinn ráðandi öfl oftast drifin áfram af innri ótta sem birtist í græðgi, hvort sem það valda og eða peningagræðgi. Þetta þeirra drifkraftur og því kærleikurinn og samkenndin oft fjarri í þeirra ákvörðunum og stjórnarháttum. Þannig hefur þessu verið háttað langan tíma. Það eitt af einkennum andlegra vakningar að sjá í gegnum blekkingar heimsins og öðlast samkennd með náunganum og skynja að margir lifa við óþarfa þjáningu sem í raun tilkomin vegna örfárra einstaklinga. Þessi samkennd og sorg verða í raun drifkrafturinn margra í gegnum vakninguna og opnunina og eins konar leiðaljós í gegnum ferlið. Því margir finna fyrir sterkri löngun og sterkum vilja til að hjálpa öðrum og óska sér að láta gott af sér leiða. Sá sem gengið hefur í gegnum andlega vakningu og opnun leitast oftast við að hjálpa öðrum að feta sama veg. Hann byrjar að miðla af sinni reynslu og leiðbeinir öðrum veginn. Þannig gengur þessi þekking og viska mann fram að manni og hefur ávallt gert. Þegar hinn vaknaði hefur séð heiminn og kerfi hans í nýju ljósi og frá nýju sjónarhorni,
þá kemur upp löngun að finna lausn til að hjálpa sjálfum sér og öðrum út úr þeim þjáningum sem margir lifa í. Finna leið að lina þjáningar og hjálpa fólki að upplifa sanna hamingju og gleði í lífi sínu. Fyrsta skrefið er að ganga í gegnum sína andlega vakningu og opnun og síðan að hjálpa öðrum að feta sama veg. Eins og áður sagði þá vaknar enginn nema hann sé sjálfur tilbúinn. Enginn getur þvingað fram opnun annars, allt hefur sinn gang og sinn tíma. Þegar sálin er tilbúin þá fara augun að opnast fyrir hinum ytri sannleika og þá fyrst er viðkomandi tilbúin að stíga næstu skref í ferlinu. Margir dvelja við þessa fyrstu vörðu langan tíma og sumir ganga ekki lengra í opnun sinni í þessu lífi. En þá heldur vöknunin áfram í næsta lífi eða næstu lífum. Hversu langan tíma hinn andlega vakning og opnun tekur er afar misjafnt og undir hverjum og einum komið. Hver og einn ræður sinni för og sínum tíma.